Forseti Íslands segir ekki sé hægt að draga heimsbyggðina í dilka og fagnar fyrirhuguðum landakaupum kínversks fjárfestis á Grímsstöðum á Fjöllum. Forsetinn andvígur evrópskri sérhagsmunastefnu. Komið sæl. Forseti Íslands andvígur því að hér á landi sé stunduð evrópsk sérhagsmunastefna og fagnar fyrirhuguðum kaupum kínverska fjárfestisins Wang Nobu á Grímsstöðum á Fjöllum. Ekki sé hægt að draga heimsbyggðina í dilka. Fyrirhuguð kaup kínverska fjárfestisins Wang Nobu á 300 ferkílómetrum af landi Grímsstaða á Fjöllum fyrir rúman milljarð króna áfram umfjöllunarefni erlendra fjölmiðla í dag. Þar helst fjallað kaldar móttökur sem áform Nobu hafa fengið hér á landi vegna tenginga hans við kínverska kommunistaflokkin. Hann sé grunaður að ganga erinda Kínastjórnar sem vilji festa sig í sessi á Íslandi til að tryggja sér aðgengi að olíulitarsvæðum og siglingaleiðum þegar norðurskautið opnast. Financial Times hefur eftir forseta Íslands að hann fagni fyrirhugaðri fjárfestingu og telji enga ástæðu til að óttast fjárfestingu Kínverja. Við höfum opnað hér allar dyr fyrir evrópsk fyrirtæki og evrópsk aðila til að kaupa hvað sem þeir vilja á Íslandi. En sem betur fer málið þannig vaxið hér á Íslandi að við getum grannskoðað þetta mál á sjálfstæðan hátt íslensk stjórnvöld og sett öll þau skilyrði sem við viljum setja, en það gætum við ekki ef hér værum að ræða evrópskan fjárfesti. Ólafur Ragnar segir málið kærkomið tilefni til að ræða á nýjan leik hvaða reglur skuli gilda hér á landi erlenda fjárfestingu. Hann segir að ekki sé hægt að draga heimsbyggðina í dilka. Ég varaði eindregið við því fyrir 20 árum síðan að evrópska efnahagssvæði, samningunum það opnaði á þá möguleika. Við hefðum ekki lengur vald á því hverjir eignuðust kostajarðir á Íslandi. Ég hins vegar andvígur því að við stundum einhverja evrópska sérhagsmunastefnu þannig að evrópsk peningaöfl hafi hér forgang umfram heiðarlega menn frá öðrum heimsálfum. Það á að gilda sami réttur og sömu lög að mínu dómi að hálfu Íslands gagnvart allri heimsbyggðinni.